Góðan daginn og velkomin í 45. þáttinn minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu óð. Í dag 1. október sem þýðir að á morgun komið 1 ár síðan að ég hóf þessa vegferð mína hér á YouTube og meirum það síðar. Ég vil bjóða alla nýja og gamla velkomna. Við erum alveg að slá í 200 og sem að mér finnst bara mjög skrítið, gaman, og mig að finna víða. Ég set þá skjáin eins og venjulega og hérna fyrir neðan hérna í kassan, fyrir neðan það sem að hægt að setja inn svona upplýsingar. Nýjasti staðurinn náttúrulega vefsíða mín, handverkhelgu.com, þar sem að verkefnatöskurnar mínar eru. Og svo það Instagram helga71 og á Ravelli Helga AR. Og svo síðan á Facebook verkefnatöskur Helgu, sem að ég verð með opna bæði til þess að koma upplýsingum frá mér varðandi vefsíðuna, og svo bara þægileg leið til þess að hafa samskipti við þá sem til dæmis nota ekki Ravelli til þess. Nú, í dag förum við yfir, ég lítið hérna niður á punktana, það náttúrulega bara klukkan 7:30 á mánudagsmorgni og fyrsti kaffibollinn rétt að detta borð. Þannig að maður þarf að kíkja á punktana, en það eru klár, verk í vinnslu, rekja upp og það datt ekkert í pokan, og síðan alltaf að bætast eitthvað við í þetta á döfinni dæmi, og síðan það eins töskurnar. Það ennþá 15% afsláttur með kóðanum haust 2018, og haust með stórum stöfum og ekkert bil, og það bara sett inn í greiðsluferlinu á síðunni, og þá 15% afsláttur á öllu sem að rennur síðan út á miðnætti í kvöld. Af því að svo framalega sem að merki mín koma, þessi hérna, og ljósmyndarinn næra ljósmynda allt, þá vona ég að það komi eitthvað slatti af nýjum töskum fyrir helgina. Já, svo já, þannig að það bara smá þær, sína ég með hérna inn á, og svo erum við náttúrulega með Ravelli grúppu fyrir þessa rás inn á, og hún heitir bara Handverk Helgu, og þar svona smá að tínast inn, en það var mjög gaman ef það fleiri. Það náttúrulega ekki þannig mikið að vera, nema ég með gjafaleik fyrir þetta einsásafmæli mitt, þar sem ég með hérna bara sýna ykkur það snöggvast. Það sem þarf að gera, það þarf náttúrulega að vera í grúpunni og fara inn á þráðinn sem stendur einsásafmæli eða eitthvað svoleiðis, og svara spurningunum þar og hérna skrá sig, og síðan í næsta þetta ætla ég að draga út vinningshafana, og enn sem komið bara 2 sem eru búin að skrá sig í þann leik, og það er bara anskoða líkur á að annað hvor vinni það. Og síðan ég þar líka með svona spjallum aðventuleikin sem að við förum bráðum að henda okkur í að hérna gera og græja. En ég ætla að gefa þessa tösku og það sem í henni, og þetta svona alveg kassalega taska með handfangi, og ofan í henni fylgir það sjálfsögðu með líka að mynda þessu líka inn á þessum þræði inn í grúpunni, en hún bara svona með ljósufóðri, en ég sjá að það kemst slatti.
Og hér Whirl frá Sheppies og þetta svona litaskipt, mjög glaðleg kaka með ljósbleik og yst og fer svo út í appelsínugult og gult og grænt og blátt og endar í fjólubláu. Og þetta náttúrulega 60% bómull og 40% akríl og þetta eru 2015 til 2025 grömm sem að gera 1000 metra og það alveg nóg í sjal, hvað sem það hekla eða prjóna. Ég hef heklað sjal úr svona köku og þessi litur heitir Cotton Candy Man. Það hann hakað við frekar neðarlega. Þannig að það ein svona kaka. Síðan hérna sokkagarn frá Sheppel, heitir Das Paar. Og inn í því stendur hérna Knitting can be addictive. Og þetta eru 400 metrar, 100 grömm, 75% súpuvós ull og 25% nælon. Og það lítur svona út. Og það hérna inn í svona prjónast þetta upp. Þannig það einhaspa af þessu. Síðan hérna 2 svona litla dúllur frá Katja. J-Purr, eða ég veit ekki hvað skal kalla þetta. Þetta bara hvítt og grátóna, svona litaskipt. Hvað segir þetta? Já, það maður þó þetta á 30 gráðum. Þetta gefur upp fyrir prjóna 2,5 til 4,5 og millimetra sérsett og hérna 1,75 í heklunál og þetta bara 100% bómull, 280 metrar í 50 grammanum og það tvær svona eins hespur þó að þessi virki all gráari þá er bara undin öðruvísi upp. Þannig að það eru 100 gram því. Síðan hérna svona já, náttúrulega fínt að geta að opna. Já, þetta ástæðan fyrir að stíkt að opna. Þetta sem sagt hérna makarónukaka, plastbox og ég skuttlaði bara vonni hérna og tína hérna upp úr byttunni. Fónum sem byttu fyrir bara allt töskuna. En þetta eru þessi hérna prjónamerki, hérna ljósaperan sem næla, sem bæði hægt að setja upp á prjónin og næla í efnið. Og það bara hérna ofan í makaróninni. Síðan bara svona lítið límband, svona til þess að merkja við hvar maður í uppskriftinni. Já, þannig að þetta það sem að einhver heppinn fær. Þannig að þetta ekkert, það þarf bara að fara í grúpuna, haka í join group og skrá sig svo í leikinn ef viðkomandi hefur áhuga. Svo þegar ég búin að draga þá bara verður þetta sendt með snátri til vinningshafa. Nú, já, þannig að það er búin að sýna ykkur það át úr myndinni. Nú, ég í klári dagsins eða klári vikunar og það bara, ég mjög glöð að vera búin með hana. Þetta hentar alveg veðrinu bráð vel. Það slagveður hérna úti. Og hérna þetta Turtle Dove peysan.
eftir hana Melissu í S. Bastrikó. YouTube og kanadísku brjónabúðaeigendunum. Hún er alveg hérna niður að rass með smá klauf. Það er síðara stroffið að aftan heldur hann að framan. Það tegum í uppskriftina sem er bara mjög þægilegt til þess að vita hvernig það á að snúa því hún er alveg eins í hálsmálið. Það er reyndar einhverja styttar umferðir en það er ekkert svo auðvelt að sjá það þannig að það er mikið fljótlega að sjá hvernig það á að snúa með því að líta bara neðst á stroffið. Og hún er bara, þú veist, hún er mjög víð og þægileg. Ekki ólíklegt að þessi verði svolítið mikið notuð í vetur. Nú, hún heitir semst Melissa Klúlof og er annar eigandinn af S. Bastrikó og heitir uppskriftin Turtle Dough. Og þessi eins og allar uppskriftirnar frá S. Bastrikó er frí. Og þarna sjáum við að það er ekkert stroff neðan á, heldur er bara fellt af. Og hún er aðeins sikkuð aftan þarna hjá þeim, en ég gerði það ekki. Maður er alveg svo frjálslegur með uppskriftir að maður gerir bara það sem að henta manni best. Og hérna, en þetta er alveg snilldar fyrsta peysa myndi ég segja. Einföld útaukningin hérna fyrir þetta og þetta er það lengi í gangi. Útaukningin að ermin er ekki nema, ég þurfti ekki bæta nema einhverjum 20 cm við áður en ég gerði svo stroffið. En þetta er gert úr hérna Fisherman's Wool sem að ég keypti á woolwarehouse.co.uk og ég skellti henni bara í ullarþvott og hún er bara mjög fín. Hún alveg stingur sko viðkvæman en ég, eins og ég hef sagt áður, ég get verið í gaddavír. Einn af fáum kostum minna einkenna við mínum sjúkdómi er að ég þoli allt svona klæðidót mjög vel og það fóru tvær svona, sko, með viktina það fóru tæplega tvær svona en svo klippist alltaf af spottar og eitthvað svoleiðis þegar maður er að ganga frá endanum þannig að ég fór aðeins inn í 3. hespuna en samkvæmt viktinni ef ég hefði verið alveg bara úber passa svo með hérna endana og þá hefði 2 dögað. Nei, það hefði ekki dögað af því að hespan er bara 227 gram. Þannig að ég fór, þá þarf rúmlega 2 svona hespur. En áganginn get ég bara nota í einhverja aðra peysu og lítinn kropp. Já, það er 227 gram á hespunni, 425 metrar, þannig að þetta er nú fyrir eitthvað gróft. 5,5 mm prjóna gefnir upp og ég náttúrulega man ekki neitt hvað ég var með 5,5 í aðhlutan og 4,5 í stroffið og stroffið er með svona snúni sléttuleikju. Það svona gefur aðeins öðruvísi áferð heldur en hefðbundna stroff. Þannig að þetta er klárdagsins, skal fyrir því. Síðan er það verkin í vinnslu og eins og ég sagði við ykkur í síðasta þætti að þá er ég komin svolítið á þann stað að ég er að fókusa bara á ekki á allt. Ég er farin að gefa mig lengri tíma með hverju verkefni og nú er ég orðin óþekk og er farin að laðast á því sem ég er spenntust að klára en það er alltaf, ég skrifa reglurnar og má brjóta þar og byggla eins og ég vil en hérna nú maður bara komin á þann stað að vilja fara að klára hlutina. Það ætla að sýna ykkur hitt verkefni sem maður unni hvað mest í. Og það er einmitt geymt núna í einn af þessum nýju típum mínum, þessum kassa. Já, fraus hann að eitthvað fara yfir
frjós eitthvað síminn, þannig að ég sé svona hvernig hann heldur áfram að láta. En nú er þetta bara orðin svona karfa og gatnið bara ofan í. Svo er ég að bíða eftir efni í til þess að búa til svona föt utan kökurnar. Af því þegar maður er komin svolítið inn í þær og er að draga innan úr miðjum, þá endar þetta bara sem eitthvað svona flækja og getur farið út allt. Og þá er gott að eiga utan klæði. En auðvitað er ég náttúrulega nýbyrjuð hérna á umferð, þannig að ég ætla bara að færa lykkjurnar aðeins til. Svo ég geti sýnt ykkur. En þetta sem sagt er vorliljan hennar Auðar Bjartar sem var páskaleini prjónið hjá Handverkskunst og ég nokkrum mánuðum síðar að gera og græja það. En ég svo sem var ekkert með í leiniprjónu. En í síðustu viku þá, að því ég þurfti að prjóna upp allt, næstu alla fléttuna, ég þurfti að prjóna hana héðan aftur og niður af því ég hef gleymt einu kaðli. Þá var ég hérna í síðustu viku og kláraði þess að kaðalinn og er núna að gera stóra hlutana af sjalinu. Er byrjuð á honum og eins og glöggir kannski sjá sem hafa gert þetta sjal, þá er fléttan lengri hjá mér heldur en gefin er upp í uppskriftinni. Ég bætti við 6 kölum, 6 endutekningum í viðbót. Og ef að gaulagarnir klárast þá er það alltaf lagi, ég hef nóg af hinnu. Til þess að afsiki, til þess að klára kroppinn á sjalinu. Og eins og svo hefur oft komið áður fram, þá er þetta handlitagatn eftir hana Ingurós frá Jan from the Shire og ljósiliturinn er Oak og OAK og svo sólskin, þessi guli. Og þetta gengur sjálfsögðu inn í Icelandic Everything kallið hjá Lindu og í samprjónu þar sem við erum að prjóna allt. Við erum að prjóna annarkvort íslenskar uppskriftir eða og handlitera eða með íslensku gatni eða þar fram eftir göttunum. Þú getur kíkt inn á það inn á Hipbarbanett á Ravelli og tekið þátt í, og þetta er með þess að í íslenskri tösku eða eftir íslenskan saumara og gatni er náttúrulega íslensk og uppskriftin. Ég svo sætti maður að fara með vitlaust mál með hvað hvað þetta heitir, já, Anything Icelandic Kall heitir það hjá henni Lindu. Rosalega gaman að sjá hana á skjánum aftur í gær. Ég fann að refressa hjá mér YouTubeið ansi oft, var að bíða eftir hún birtist, en það búið að brjálega að gera hjá henni, þannig að en hún kíkti á okkur og það var rosa gott að sjá hana. Það er sem sagt Hipbarbanett á YouTube. Hún er íslensk, hún heitir Linda, en hennar podcast er á ensku. Og hún er í samstarfi með þetta Anything Icelandic Kall með Wool Jewel. Það heitir sem sagt podcastið Wool Jewel. Sjá. Það skrifa sem sagt svona fyrir þá sem ekki vita. Og þau eru sem sagt útlendingar og eru þar af leiðandi svona að hvetja útlendingar til þess að taka þátt í þessu samprjóni.
Og ég alveg greinilega á kafi í þessu samprjónu af því hér kemur eitthvað ennþá íslenskara. Þetta íslensk ull spunnin af mér. Eins og ég hef sagt áður þá hef ég eftir að taka þessa krullugæja úr. Við vorum hérna þar sem bíllinn í síðustu viku í munsturbekknum og nú er ég búin með munsturbekkin og búin að gera gat fyrir ermarnar og þá bara prjóna. Ég alveg kláraði, mér vantaði einhver 5 lykkjur upp á að geta klárað munstrið með þessum lilla lit en ég let bara slagstanda og þú veist, ég held að lenda undir erminni þar sem að þetta klárast. Það sést ekkert og þannig að nú er það bara prjóna niður kroppin alveg á 1.000.000 og ég get haft hann mjög síðan því ég alveg slatta af svona spennugatni í viðbót. Þannig en ég ætla samt svona, ég ætla að miða við að hún sé þannig sítt á hann að það sé þægilegt að vera í vöðlunum við þennan grip. Þannig að við sjáum hvað hún verður síð. Það er allavega til nóg að spunnugatni í hana. Og þetta er frí uppskrift og heitir Yoke Pullover eftir Tacky Stacey Charles á Ravelry og er frí. Þannig að hún er hérna í gömlum og góðum poka frá móður minni. Síðan er hérna White Horse eftir Caitlin Hunter. Í kaffipokanum mjög viðeigandi á mánudegi. Og þetta eru Holst-garninu. Ég er ennþá að veisast með handlegginn á mér. Ég þarf að fara aftur í svona smá brautidæmi. Þannig að, og af því að garnið er svolítið svona, það er ekki lipurt, það er eins og ég lýst áður, þetta er eins og prjóna með svona endurunnum pappír. Að þá er það mjög svona lígandi fyrir hendina. En ég samt, ef við horfum á hérna Deadpool 2 helgina, og af því að þetta var bara svona hring eftir hring frá því sem ég var síðast, þá gerði ég nokkrar umferðir í því. Það sjáu hérna vitin. Og þar sem ég var, sýndi ykkur síðast, þá var ég bara akkurat að klára munstrið. Þannig að nú færum við gæjan og ég er í rauninni að prjóna kroppin á peysuna á röngunni. Bara snérinu til þess að þurfi ekki að vera að gera brugðið. Því hún á að vera brugðin á réttunni. Þannig að maður snýr henni bara við og prjónar henni þannig, en þetta er búið að vera ótrúlega gaman samt að gera þetta. Mér er búið að dreyma lengi að gera þessa White Horse peysu og þetta er 100% ullagarn frá Holst og ég er með það tvöfalt og þannig að þá passar það við það sem gefið er upp í uppskriftinni og svo hlakkaði mjög mikið til náttúrulega að klára hana til þess að sjá hvernig garnið verður. Ég er alltaf að heyra bara betri og betri sögur af því. Þannig að nú er þetta bara röngunni og hérna hún er ekkert, það er ekki að vera nema einhverju rúmi 20 cm hérna fyrir neðan hendur. Ná að vera svona, ná bara rétt á nafla, rétt niður fyrir nafla en ég er ekki svo típa þannig að mín verður sjálfsagt eitthvað aðeins síðari en ermarnir verða í ekkert eitthvað, þær ná bara, ég ætla bara að láta ná eitthvað svona hinga. Eða sjá til, kannski, afsakið. Ég er að bíða svo eftir að hrafntinn minn hringi til þess að skutlinn leikskólan og þá get ég fengið mér nýjan kaffibolla áður en við höldum áfram svo. Ef ég næ ekki að klára. Nú síðan sokkar hérna í mínu Philips pókanum. Þetta er Knitting Expat en sokkarnir er uppskrift eftir
Kate Jones í Bakery Bears og þeir bara svona snuddast áfram í róliheitunum, bara voða sætt munstur og mér finnst að koma rosalega vel út þó að garnið sé svona rosalega frekknótt í alls konar litum að þá munstrið alveg að njóta sín af því þetta svona frekar tempraðir litir, þetta svona ekkert eitthvað brjálæðislega skærir af því að undirtónnin svo hlýr. Þetta nú ekkert margar umferðir en samt, þetta ég gerði 8 umferðir og þá færum við ljósa peruna og þetta líka svona, þetta fínt svona það sem prjón, þess að ég þarf ekki stöðugt að vera að horfa á hvað gerast á skjánum. Bílapeysan bara ennþá út í bíl. Ég ekki búin að vera það mikið í hann til þess að geta verið að dröslinni hérna inn og sýna ykkur. Síðan hérna Wool & Honey eftir Andreu Mári. Hún búin að stækka frá lúðrinum og hinga niður. Þetta ótrúlega skemmtilegt að gera þetta. Hún hérna Eva sem var með aðeins að snappa á sjöl helgina, hún líka að gera hana. Og hún mitt var að setja á Instagram og var að hæla uppskriftinni, hún æðisleg. Nema þannig að það eitthvað piklas í minnistær í sambandi og útaukninguna áður en maður byrjar á munstrinu. En það eitthvað sem verið að skoða hvernig hægt að af því það var pínu ruglingslegt og ég get ekkert útskýrt frekar að þetta náttúrulega seldi uppskrift. En það var pínu ruglingslegt fyrir mína stærð og eina aðra stærð minnir mig að þessi sem að svaraði mér sagði að það þarf að setja upp eitthvað svona pínu breytt í sambandi við það en þú veist þetta var alveg, það alveg þetta var, sko þegar ég var búin að fatta hvað rugli var og þá var ekkert mála að fara í gegnum það en það svona verið að tryggja að það sé ekki í neinum öðrum peysum. Þetta sennilega bara eitthvað svona eins og þessi aðili sagði, þetta eitthvað svona bara einsláttavilla eða bara yfirsjón hjá þessum sem yfirfer uppskriftina í það sem ég kalla tech editing. Svo sem að fer yfir svona tæknimálið og svona tæknilega hlutana og uppsetningunni á uppskriftinni. Þannig að það verður að skoða hvort það þurfa að fiffa eitthvað meira í því. Og það voru eitthvað fleiri en ég búin að senda inn ábendingu. En þetta úr Vatnsnes Soft Sock og liturinn heitir Dröfn. 100% meira null, Superwash. Og ég að prjóna til skiptis úr 2 hespum til þess að koma ekki svona þú veist, svona pooling eins og ég kalla það, ég veit ekki hvað gott íslenskt orðið við það. Þannig að það sé ekki svona, kom ekki allt inn í einn klessa sem áberandi eins og getur oft gerst úr þegar maður að prjóna úr handlitiðu garni. Þannig að ég kýs allavega til þess að koma í veg fyrir það að prjóna úr 2 og mér finnst það ekkert mál. Það bara eins og núna ég að fara, það sést hérna innan á þegar ég að svissa á milli nýja bara alltaf utanum gamla bandi og þannig að ég byrja með á nýju umferðinni. Þannig að myndist ekki svona gap í því og þetta hérna í svona skógarþema poka og gildir fyrir íslenska samprjónið af því að handlitarinn íslenskur. Síðan það síðasta sem ég búin að vera að vinna eitthvað í vikunni. Þannig að þá, eins og glöggi sjá, þá vantar einhver 3 verkefni eða eitthvað. En þau bara ekki
hljóta ekki náð í augnablikinu. Ég ekkert búin að gera rosa mikið í þessu, einfaldlega út af hendinni. Og já, ég ekki einu svona með til þess að sýna ykkur hvar ég var stödd. Jú, það hérna. Og þetta eru náttúrulega grófir málmprjónar og þegar maður er svona þreyttur í vöðvunum þá verður maður bara ennþá þreyttari. Þannig að það eru bara búin að verða einhverjar nokkrar umferðir. 1, 2, 3, 4, 5. En það er bara ansi drjúgt í svona grófu gatna og svona grófum prjónum. Þannig að þetta mjakast. Og þetta er The Weekender eftir mína heitt elskuðu Andreu Mári. Sem að ég er greinlega mjög hrifin af hennar uppskriftum. En ég er svona, ég á aðra, ég er búin að gera svona bleika Weekender er úr Wool of the Andes frá Knitpicks sem ég er mikið í. Hún er alveg prjónuð eftir uppskriftinni en þessi verður ekki alveg prjónuð eftir uppskriftinni. Ég er aðeins búin að tala um það í fyrri þáttum. Ég er til dæmis ætla að hafa sléttuna út en ekki brugnu. Og ég er ekki með lykkirnar hérna á miðjunni, framan og aftan á. Og já. Svo er ég náttúrulega með miklu grófara gat en gefið upp, en það var bara minn hausverkur að finna út af því. Síðan er síðasta verkefni sem ég ætla að sýna ykkur af því að ég ætla að rekja það upp og nota það í annað. Ég er búin að vera svona fylgjast með hvað prjónar er að segja þessa uppskrift, selja, sweater. Og það eru margir bara sem segja að hún sé bara allt og stór miðað við það sem er uppgefið að hún eigi að vera. Og þetta er frí uppskrift, þannig að það er ekkert hægt að gagnrýna það neitt þannig. Og ég bara ætla að rekja þetta upp og við erum ekki að tala saman ég á þessu uppskrift. Þannig að ég ætla bara að rekja þetta upp. Og þetta er líka holstgarn, þetta er sérst ull og silki blanda, grár og bleikur og ég ætla bara að finna mér einhverja aðra uppskrift og þetta er náttúrulega af því að þetta er svona eins og kallað light fingering, þetta er svona næstum því eins gróft og þetta sokkaband sem handlitararnir nota svo mikið. Að ef ég nota tvöfalt þá er það svona sportgrófleiki og ef ég nota það þrefalt þá er komin upp í svona rúmlega DK grófleika. Þannig að ég mun nota tvöfalt eða þrefalt í þá uppskrift sem hann hlýtur náð næst og mig grunar að það verði nýjasta uppskriftin frá henni Andreu Mári. Og það er bara mjög svona plain peysa. Sá reyndar aðra líka en á Ravelry í gær sem ég á og ég ætla að skoða það bara betur. Þetta fer núna bara í skammakrókið og og verður rekið upp í tækifæri og skóla úr því gatni sem ég hef búin að nota í það til þess að ná kingin úr því og flytja upp á einhverju nýju. Þannig að þetta fer ekkert inn í stofu aftur fyrir þetta verður orðið nýtt verkefni. Og já, þá er ég búin að fara yfir þetta sem er í gangi, klárið og verk í vinnslu. Þetta átti ekkert í pokann. Nei, þetta átti ekkert í pokann. Og ég veit ekki hvað ég geri á miðvikudaginn á afmælisdeginum, hvort ég fari á eitthvað gatpartí eða eitthvað. En nei, ég held ekki. Ég er bara rosalega vel mett af gatni í bili. Ég er svona meira að sanka af mig núna ull, þess að spinna úr. Og svo líka bara þegar maður líður svona illa í hvar sem það er og sérstaklega í hendinni sem maður notar náttúrulega. Og þá er kannski æsingurinn aðeins léttari
í sambandi við kaup á garni, en ég get sýnt ykkur hvað ég búin að vera, hvað mér langar að fara að gera. Og ég á garn í sumt af þessu. Ég á garn úr Little prjónabúðinni sem ég keypti gagngert í Ingals peysuna hennar Caitlin Hunter hjá Boyland Knitworks. Og hún fer að fara fljótlega á prjónuna, sérstaklega ef ég verð duglega að klára það sem ég er með á prjónunum. Síðan er hérna fallegur fríuppskrift á Ravelry. Ég var að koma inn í síðustu viku eftir Kristína Larsson og hún er á ensku, en hún skrifir bara svona ótrúlega á mjög svo íslenskan máta. Þetta eru 3 blaðsíður með forsíðunni, ekkert vesen. Hún er frí. Þannig að það er bara hérna, bitja upp á svona mörgu lykkjum, fáðu munstrið, setja saman, þvoðu þetta og gakti í þessu. Og ég er að hugsa að nota, var ekki Karisma, ég á í, nei, Alaska. Ég á reyndar eftir að sko prjónafestun allt í þessu. Drops Alaska. Ég á fullt af litum í því, svona auka litum, og svo náttúrulega ég líka fullt í Karisma. Þannig að það er ekki alveg ákveðið. Já, afsakið þetta, síminn hringdi alveg að fara á skutlinni, þannig að ég ætla að renna yfir það sem er á prjónunum. Það var hérna, já, fallegur. Ég ætla að skoða, já, það verður annarkvort Karisma eða þetta Alaska garn. Það er gefið upp Novia Jóki og léttlopi í hana. Og það er aðalliturinn og svo 1, 2, 3, 4, 5 og 6 aukalitir. Og síðan er hérna þessi nefnilega kemur svolítið til greina. Hún kemur, Edith Cardigan, hún kemur svolítið til greina í staðan fyrir þessa sem ég ætla að reykja upp. Einu svona sparilega úr svona fallegu djúsi garni. Þannig að það er ekki ólíklegt. Síðan eru hérna Magnolia hatt sem að æðir netið eins og eldri í sinu. Þetta er voða vinsælt að gera með svona fingringróleika og móher. Þetta fyrir í hattabunkan. Síðan fekk ég mér, sýndi ég fyrir síðustöki, ég fekk mér hérna From Grandma with Love og ég er að spá í að nota í þetta finnska garnið handlita sem ég keypti í Svíþjóð í hérna samyrkjubúinu. Gera svona cozy teppi. Og ég hugsa að þetta verður svolítið þægilegt, einmitt svona þegar maður er bara að prjóna ferninga og þegar maður er búin að gera kannski 2-3, þá er maður komið með munstri í sig og getur notað þetta svolítið í þvælingsprjón, svona innan aðra prjón. Síðan fekk ég mér hérna Gable cap. Það má alveg segja að hafa dottið eitthvað í pokana því að sumt af þessu eru náttúrulega uppskriftir sem ég greiddi fyrir eins og þessi hérna. Gable hat. Þetta er eftir hana Tammy í hérna Hey Sister sem er með YouTube-brásin Hey Sister og Hey Sister Janko. Hann litað garn. Tabitha Gandhi heitir hún. Og hún er svona er að koma sterk inn sem prjónahönnur. Ég er búin að kaupa nokkra sokkauppskriftir þannig að fara að druslast í að prjóna þær kannski. En þetta eru þær uppskriftir sem eru næstar
á listanum. Ég búin að segja eitthvað frá töskunum og það sem ég að gera núna, ég að bíða eftir merkimiðunum og það sem hérna þess að setja á töskuna, ég búin að sníða alveg mökk af efni en af því ég með aðeins öðru sem miða inn í litlu aukahluta töskunum að þá ég bara að dunda mig við að gera þær og þær eru svona, munu allar ganga við þetta það sem afskurðurinn af þeim efnum sem að fara í vélina. Þetta eru 4 hérna sem ég gerði í gær, ég átti að strauja þær og gera þær fínar, bara sýna ykkur þær. Þannig að þetta eru allt efni sem ég átti að gera stærri töskur úr. Bæði svona þessar hefðbundnu töskur og kassalagar, ekki alveg svona stórar. Þannig að hérna, ég bara beti merkjunum en á meðan þá ég að grípa í einu og einu svona litla inn á milli af því að ég þarf að vera svolítið duglega að rótara hendina á mér í verkefnum til þess að stífni ekki alveg en ég þarf að vera að gera eitthvað. Annars bara, eins og eftir nóttina þá ég alveg að sturlast að þá komið svo mikil svona bjóður í þetta allt og lengi að koma mér í gang og ég ennþá verri ef ég ekki duglega að vera að reyna svona að liðka þetta til allan á til yfir daginn. Þannig að hérna bara, já, eins og segi, munverði ef ég ger ekkert. Já, endilega takið þátt í hérna eins og afmælisgjafaleiknum inn á Ravelry síðunni, handverk Helgu og komið í hópinn og svo fyrir ég að fara að setja upp þráð fyrir aðventuleikinn svo getum fara að skrá okkur inn í það. Ég í aðventuleik enskum eða sem að erlendum aðventuleik og var að fá úthlutað inn í það núna helgina og hún dönsk. Þannig að við erum að gera jólapoka handa hvor annari og svo ákvaðum við bara sjálfar okkar á milli upphæð til þess að kaupa svona eitthvað auka skemmtilegt með og við ákvaðum að hafa svolítið, þarf ekkert endilega að vera eitthvað prjónamiðað og ég ætla bara að sýna ykkur að því að hún horfir ekki á mig að þetta hún sagði mig hverjir voru uppáhaldslitirnir sínir og ég henni og svoleiðis og ég ætla að senda henni hérna handlitagatn eftir mig og þetta eru 2 hespur sem ég vatt bara saman og ég út af hendinu þá get ég ekki losa þetta að það eru svo mikið vesen fyrir mig að setja aftur saman en græni og blái hluturinn ein hespa og þessi bleiki hinn hespan og síðan til þess að kaupa eitthvað svona svo eftir að kaupa eitthvað íslenskt nammi og ég fekk með hérna íslenska litabók eftir Gunnarsbörn og það var svona ein hugmyndin að gefa eitthvað einmitt eftir aðra íslenska listamenn og hún á ensku líka þannig að og hún var á tilboði í Eymundsson þannig að ég bara smelti mér á hana 2 svona póstkort frá eða 1 frá Bútasaumsfélaginu ég þarf að finna annað af því að það búið að krassa aftan á þetta hann hálf hallarslegt að senda henni það og síðan það töskurnar hún vildi sem minnum að það ég ætti að klára handsömu hennar botnin í þessari hún vildi fá jólaþema og svona sem að dregin saman þannig að þá bara fær hún það ég vill hins vegar jólaþema og rennilás þannig að ég fæ eitthvað svoleiðis frá henni og þetta bara með svona kassalega botni og svo gerði ég svona litla svona undir aukadótið og ég keypti líka svona lykla kippu með sem í vasanum og úlpunum minnum frammi sem svona goða tákni á og hérna svona þú veist minjagripur keypti líka eitt svoleiðis og svo ég bara eftir að kaupa eitthvað smá súkkulaði
eða eitthvað svoleiðis og pakka þessu inn og senda henni. Þannig að hérna, maður bara æsist allar upp þegar maður byrjar í þessu. En okkar verður náttúrulega í öðrum dúr. Við verðum með, stefnum að því að vera með fullt af litlum pakkum og eitt stóran. En það er meira það inn á síðunni. Þannig að þið bara endilega kíkið þangað. Nú, blaður, það er bara, já, allt á fullu. Hilmi minn er búinn að vera lasinn alla síðustu viku, þannig ég er bara búinn að vera heimi og honum að passa hann og það verður áfram. Hann er að mjakast í rétta átt. Öll börnin komu í mat í gær nema tengdasynirnir tveir, þeir komast ekki. Annar þeirra var heima með Hilmi og hinn er að klára húsið sitt. En það var bara æðislegt. Svo var náttúrulega bara að vera að prjóna og sauma og spinna og njóta. Haustið komið bara alveg með látum og þú veist, komið full not fyrir öll þessi sjöl og peysur og allt þetta. Þannig hérna, já, og þarna er úti einhver að bípa á eitthvað sem að minnir mig nú á að ég þarf líka að fara að drífa mig. En ég vona ég ná að henda þessu í dag, þannig að þeir sem hafa ekki rekið augun í afsláttarkóðan á síðunni minni, rekið augun í það og geti nýtt sér 15% afslátt fyrir hérna miðnætti í kvöld. Og annars segi ég bara takk fyrir í dag. Ég óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnuviku og við sjáumst í næstu viku og þá erum við orðin 1 árs og þá erum við búin að draga úr leiknum. Takk fyrir og bless bless.